Nú ætlum við að halda áfram að reikna út frá hornareglum. Við byrjum alltaf á sama hátt. Við lesum hvað það er sem við eigum í alvöru að reikna og síðan skoðum við hvað við vitum. Við eigum að reikna hornin x og y, línurnar L og M eru samsíða. Það þýðir ekkert að leggja gráðubók á þetta því þessar myndir eru alla jafna teiknaðar viljandi vitlaust. Því að það á að reikna þetta en ekki mæla. Hérna vitum við 2 gráðutölur og við eigum að reyna að finna hérna hornin hérna uppi. Mér finnst augljósast að byrja hér eru grannhorn, þannig að hornið sem er hér, sem er endur ekkert spurt en ég vil gjarnan vita til þess að geta fundið þennan þrýrning hér, að þá þarf ég að nota reglunum grannhorn. Þau eru samtals 180. 180 mínus 80 er játt og 100. Þannig að þetta er 100 gráður. Y-hornið, sjáðu, hér er lína sem að sker 2 samsíða línur. Y-hornið er víxlhorn á við þetta, hér er það ekki. Þannig að þetta horn er 40 gráður, til að skrifa það fyrir utan. Og þá erum við komið með 2 horn í þrýrningnum. Hornasumma þrýrnings er 180 gráður mínus 100 mínus 40 sem gefur mér 40. Þetta horn er líka 40 gráður. Þannig að x og y eru jafn stór. Þau eru bæði 40 gráður. Hérna er annað dæmi. Þetta er bara spurt um 1 horn. En hér er engin þrýrningur. Og hornin sem eru 120 gráður og 130 gráður eru ekki víxlhorn eða einslæg horn eða neitt í þá veruna. Þetta dæmi lítur út fyrir að vera svolítið flókið, en það er það í raun ekki. Því ef ég átta mig á því að teikna hjálparlínur, hér ætla ég að teikna eina, þá sé ég að hér myndast víxlhorn. Þannig að þetta er 120 gráður, þá er þetta horn 60 gráður, af því þetta eru grannhorn. Þetta er 50 gráður, af því hér eru grannhorn og hér líka. Þá er auðvelt bara að segja 180 mínus 120 að gefa með 60 og sama hér. Og þá er ég komin með hérna 2 horn í þrýrningi, 180 mínus 60 mínus 50, það gefur mér 70 gráður. Og nú er ég komin með 2 grannhorn hér, sjáðu. Og þá er x-ið í raun 180 mínus 70 sem er 110 gráður. Stundum þurfum við að teikna hjálparlínur til þess að leysa dæmin. Hér er mynd sem virkar mjög flókin, en hún er nú ekki eins flókin eins og hún lítur út fyrir að vera. Hér er aðeins fleiri merki en þau eru vön. Við eigum að finna þessi 3 horn, x, y og z, og línurnar L og M eru samsíða, annars getum við ekki leyst þetta. En hér er svona aukamerki. Svo eitt svona strik þýðir að þær línur sem eru merktar með einu striki eru jafnlangar, þannig að þetta strik og þetta strik er jafnlangt. Og þau strik sem eru merkt með 2 eins eru jafnlangar, þannig að þessi er jafnlöng og þessi. Við gætum alveg verið með 3 eða 4 strik til þess að merkja fleiri línur sem væru jafnlangar, en það er ekki í þessu dæmi. Og fljótt á litið, ef við vissum ekki hvað þessi strik þýða, þá getum við ekkert gert, því að við vitum ekki nóg. Við gætum í sjálfu sér, það eina sem við vitum er að þetta hér eru einslæg horn og þetta hér, en það hjálpar okkur ekkert voða mikið fyrir en við vitum hvernig við má nota þessi strik hér. Þau nefnilega þýða að þessi þrýrningur hér er jafnarma og þessi þrýrningur hérna líka. Og þegar við erum með jafnarma þrýrning, þá eru hornin sem að jöfnu armarnir, þessi hérna 2, mynda, það er að segja þetta hérna horn og þetta hérna horn, jafn stór.
þó að myndin sýni það ekkert endilega. Passa ykkur á því, myndin er viljandi gerð ekki alveg rétt. Þannig að við erum með 180 mínus 70 sem gefur okkur 110, svo gerum við 110 deilt í 2 sem eru 55 gráður. Þannig að þetta horn er 55 og þetta líka. Þá eru nú komin aðeins að stað, en eins og ég sagði áðan, þá er þetta horn 70 gráður og þá hlýtur þetta að vera 110 gráður sem er hinn helmingurinn af 180, þessi hérna 2 eru grannhorn, og þá ger ég alveg eins við þennan þríhyrning hér. 180 mínus 110 eru 70, 70 deilt í 2 eru 35 gráður. Gráðutöluðan á þessu. Og nú erum við nú að komast eitthvað áfram. Hér erum við með 3 horn sem mynda grannhorn, þau eru samtals 180 gráður. Við sjáum að þetta er 55, 60, 70, 80, 90. Þannig að þetta horn er 90 gráður, sem er bara 180 mínus 55 mínus 35. Það gefur mér 90 gráður. Hér er ég líka með 3 horn, sjáðu þið hérna, 65, 55, það gefur mér 120, þannig að 180 mínus 120 gefur mér að þetta horn er ekki 80 heldur 60 gráður, og nú veit ég 3 horn í þríhyrningnum, þannig að þetta er 90 pluss 60, það er 150, 180 mínus 150 gefur mér 30 gráður. Þið sjáu hvernig ég rek mig í gegnum myndina út frá þeim upplýsingum sem ég hef og nýti mér þær til þess að þreifa mig áfram skref fyrir skref þangað til ég er búinn. En þá er þessu lokið.